Sigríður Ásthildur. Sigríður Ásthildur mætt. Sigríður Ásthildur mætt, Kjartan Magnússon mættur, sérfræðingur og ég hérna sestu með ykkur gerð hlustendur, Snorri Másson ritstjóri eins og ég kallaði með forðum og hef að vissu leyti ekkert endilega reynt að klína af mér. Þetta bara, það hefð fyrir þessu í íslenskum íslenski þingsögu að menn séu ritstjórar og alþingismenn, þannig að nú erum við hér sem ritstjóri og ég hérna komið með starfsmann þingflokks sem er Kjartan Magnússon, einnig reyndar formaður ungliðarhreyfingar Miðflokksins í norðausturkjördæmi, ef ég man þetta rétt, ekki satt. Hjálmur heiti félagið, velkomin Kjartan og velkomin Sigríður, gaman að fá okkur. Segið mér hvað segið gott, við erum hérna í smiðju. Já. Við erum hress á föstudegi. Já, mjög hress. Ég var hins vegar að muna að ég á eftir að skila skattframtali, þannig að við getum ekki verið lengur til miðnætti seinna. Nei, ég á líka eftir að aðeins að lagfæra mitt. Er það ekki eitt sem er víst? Það er skatturinn og dauðinn. Jú. Það býtur í það súra og fyllir þetta út. Já, og Kjartan, hvernig finnst þér að vera komin hérna til þings? Mér finnst það bærilegt, ekkert meira en það. Nei, þetta er mjög skemmtilegt. Kom mér óvart hvað þetta er dálítið eins og að vera á skipi eða í hjúkrunarheimili eða eitthvað. Það er allir mjög kammo hérna. Það ætti ekki að koma óvart, en það kemur óvart þegar maður er búin að horfa á fólki í sjónvarpinu í mörg ár. Almenningur fílar það ekki þegar þingmenn eru að tala hvað allir er í raun miklu vinir þetta. Við ættum ekki að hafa hátt þetta, þessa staðrind. En þetta er náttúrulega, þetta er svolítið þannig, en enga síður er svo gefur fólk ekkert eftir þegar komið í pontu. Margt að ræða, það er föstudagur, það er mörg mál sem þarna þingið hefur verið að velta fyrir sér og náttúrulega við sem flokkur, hvað svona Sigríður, nú erum við að fagna, gerðum kannski byrja á því sem hefur nú verið hugðarefni þitt í gegnum tíðina, sem eru veirumálin. Þú náttúrulega tókst, talandi að taka óvinsæla málstæði, þú tókst óvinsælan málstæði þeirri baráttualdri? Já, í henni svokallaða faraldri. Já, henni meinti veiru. Já, það er einmitt 5 ára svona afmæli, fyrstu aðgerða, menn voru svona þess að rifja það upp. Ekki neitt rosalega mikið hérna á Íslandi minnst kosti, en ég tók eftir því að á Norðurlöndunum voru menn svona að stíga fram og ég hjó sérstaklega eftir því að forstjóri lýðheilsustofnunar í Noregi var að viðurkenna það að jú, líklega hefðu menn farið aðeins fram úr sér í aðgerðum og það var nú reyndar þannig líka, heyrði ég nú bara okkar eigin fjármálaráðherra sem að var að vísa ekki stjórnmálum þá, en hann var að benda á það réttilega. Íslendingar hefðu líka farið fram á sér, þá var hann reyndar að tala um efnahagsaðgerðirnar. Þær hefðu verið, eins og minnir hann að vorða þannig, þær hefðu verið meiri en tilefni hefði gefið til og staðið lengur yfir. Já, það er að segja, jafnvel þótt að hlutin væri aðeins byrjaðir að ganga fyrir sig í hagkerfinu, þá voru menn áfram að dæla peningum í hvað eina. Já, og hann vildi nota þetta til þess að réttlæta eða afsaka kannski stöðuna í dag. Henni miklu skuldastöðu og vextina sem að þó hafa lækkað eitthvað en menn vilja nú sjá vextina fara meira niður. Og þetta er svo sem bara í samræmi með það sem ég sagði á sínum tíma. Ég satt nú á þinginu þegar að þetta reiði yfir og gerði fyrirvara við allar þessar aðgerðir. Ég minnist þess nú ekki að Viðreisn hafi verið á bremsunum þar heldur þvert á móti, hafi kallað eftir í rauninni meiri aðgerðum, fannst ekki nóg aðgert. Og meiri útgjöldum. Meiri útgjöldum, ég er að tala um það meiri útgjöld og þau náttúrulega helgust þessi útgjöld af þessum lokunum og hérna það kom auðvitað ekki annað til greina en að bæta auðvitað atvinnulífinu, þeim sem var gert að loka, einhvern veginn þurfti að bæta þeim þetta upp og það var nú þess vegna meðal annars sem að ég var galt varhug við því að skikka menn til að loka í þessu mæli sem menn voru að gera. Já. Og nú er komið og ég held að það sé nú flestir sammála að það hafi verið gengið of langt. En það er auðvitað að vera vitur eftir á, sko. Það er líka bara nokkuð auðvelt bara... Í beinni? Í beinni. Þú mælir með? Nei, ég meina, sko, það var svo margt sem benti til þess strax í upphafi, sko. Auðvitað fyrstu vikurnar, segjum, sko, 2 mánuði, 3 mánuði, sko. Þá kannski hafi menn vilja að fara varlega. En fljótlega upp úr því, og ég meina, fljótlega vorið 2020 og þá var auðvitað komið í ljós hvernig var í pottin búið og þetta væri nú kannski ekki eins skæð, hún var vissulega skæð, sko, þessi skæða, en hún var ekki þannig að hún væri að stráfella sko, börn og ungmenni
og venjulegt fólk sko, hún auðvitað hitti verst fyrir eins og allar veirur, það sem voru veikir fyrir og fólk, eldri borgara og svona sem voru veikir fyrir þar að segja. En þetta var, en þetta svo bara vistist þetta samt sko fljótlega að þessi veira, vistist bara leggast á heilan á fólki sko, miklu frekar heldur en lungun eða eitthvað annað. Það var dulbúin heila vírus. Þetta var svolítið þannig. Nei, ég held að það sé alveg rétt sko, ég minnist þess alveg að ég var lengst af faraldrinum, þá var ég tiltölulega meðvirkur með þessu sjónarmiði að ef að ekki grípið til ítrustu ráðstafana á öllum sviðum, eða svo að segja, svona sem var náttúrulega gert í grunninn sko, en svona þessi málflutningur og þessi niðurstaða sem menn komst að, það væri eina leiðin sko til þess að verjast því að sjúkrahúsin færi einhvern veginn á hliðina. Og það var svona eitthvað sem hélt mér innan skefja sko, sem síðan hægt og rólega, og það var mörguleiti held ég þessi faraldur og svona kannski hvernig hann endaði og hvernig maður fann fyrir breyttri orðræðu og víðum Evrópu, þá einhvern veginn hafði þetta náttúrulega bæði innilokunar ástandið og svo bara fylgjast með því hvernig pólitíkin var í raun orðin í kringum alls konar umræðu efni, eitthvað sem svona ýtti mönnum af stað inn í hérna góðu svörtu pillu sko, að fatta það eitthvað rotið í ríki Danmerkur, þar að segja sko, það eitthvað skrítið við orðræðuna í vestrænum lýðræðisríkjum, þessi vestrænum lýðræðisríki sem eru þessi lýðræðisríki eins og þau heita, eru á margan hátt sko mjög ólýðræðisleg og illiberal, eða ófrjálslynd. Þetta var svona margra ára ferli, það eiginlega ótrúlega þessu 5 ár frá COVID sko, því þetta markaði að mínum mati eins og ég sé stjórnmálin upp af bara mikilla pólitískra umbreytingatíma allan heim sko, hvort sem það í vestur Evrópu eða í Bandaríkjum eða hvað sem sko. En samt þráast menn svolítið við það að draga eitthvað lærdóm af þessu, mennum finnst langflestu finnst mjög óþægilegt að ræða þetta. Sko að því hún nefnir þarna spítalann og afstöðu, menn eru að afsaka afstöðu sína að hún hefa helgast af því að verja spítalann og svona, og manni fannst það bara sjálfum svo furðulegt á þessum tíma að því að maður tók alveg undir það, maður sá alveg það var auðvitað aukið álag á spítalann okkar, þá fannst mann eitthvað svo sjálfum einboðið að menn myndu þá setja krafta sína, bæði krafta, mannauð og fjármagn í það einmitt þá að efla spítalann. Já. En ekki það að setja alla peningana í að skima heilbrigða einstaklinga og loka þá inni, skima þá í Keflavíkurflugvelli og loka þá inni og loka flugvelli. Við vorum nú að rifja viðtal sem ég tók við hvort það var herra Netusmjör, þar sem hann var að hvort hann hafi ekki verið eitthvað að skjóta á þig. Herra Netusmjör sko, hann lagði það til að loka Reykjanesbrautinu sko, hún fannst ekki nóg að gert í Keflavík og það var ekki nóg að giggum það var í honum. Já, hann vildi bara loka Reykjanesbrautinu þannig að menn bara færu ekkert úr landi og færu að giggja honum frekar þegar það var leyft. Eins konar vernd íslensk iðnaðar. Jú, og ég gerði athugasemdir við þetta og hann brást ókvæða við og ég man að þú sko heldir olíu á eldin og espaðir hann upp til allskyns mótmæla við þessu. En það er síðan rétt sko, síðan hvernig síðan pólitíkin og sérfræðingablæti sem maður kallar og þessi frasa sem var við trúum á vísindi, við hlustum á vísindin, en menn voru svo sannarlega samt ekki að hlusta á vísindin, bara alls ekki sko, af því að vísindin þetta voru með alls konar sjónarmið í þessu og það voru handvalin vísindi og í sjálfu sér það þetta bara ef menn vilja hlusta á vísindin þá það einmitt bara menn drægin andan djúpt og aðeins leyfi mörgum sjónarmiðum að koma fram og það var svo sannarlega ekki. Og svo þetta er sérstaklega gaman að fylgja þessu í Bretlandi af því þeir náttúrulega gripið til mjög harkalega aðgerða lengi. Og svo gerist það í Bretlandi fyrir nokkrum misserum að það var lekið út SMS-skeytum heilbrigðisráðherrans sem þá var og þá bara einhvern veginn sá maður, bara fekk ekki það kom mér náttúrulega ekki óvart neitt í þessu, en svona almenningur gat séð bara inn í pulsugerðina, hvernig bara ákvarðanar voru teknar. Og það var bara augljóst af öllum þessum SMS-skeytum að það voru bara allir hauslausir, engin sko, menn voru að kasta boltan sín á milli, gerða voru skoðanakannanir, þar sem að kom í ljós að almenningur vildi harðar aðgerðir, þá var bara gripið til þeirra, af því almenningur vildi það. Það var ekki að því vísindin sögðu það sko, og læknarnir sem voru þarna, hann Vitti og þeir sem voru, þeim var telt þarna á foraðið og þeir voru svolítið að fronta þetta svona, kannski svo þríeikið sem að kallað. Hann skipti skoðun þetta fljótt en var keyrður niður af pólitíkusonum sem vildi hlusta skoðanakannanir og allt þetta var þetta bara eitthvað
einhver einn alls er að síra og svo þetta endar í því að forsætisráðherrann Boris Johnson fer á spítala, verður sjálfur hræddur eða eitthvað en heldur samt partí í Downing-sæti, það hefði ekki verið hægt að selja inn á þetta rugl sko, en hérna alltaf einu, nú höfum við 5 ára aftur tíma og alltaf sögðu menn á þessum tíma, já við verðum að meta þetta þegar að frá líða stundir og nú það og nú sá ég til dæmis í dag bara rannsókn sem var að koma út í Svíþjóð eða hérna geðheilbrigði, sko, það hefur verið haldið fram í Bretlandi að geðheilsu, sérstaklega ungmenna hafi hrakað mjög mikið í þessum faraldri, í þessum lokunum, miklu lokunum og það liggja bara fyrir einhverja tölur það að það álag á heilbrigðiskerfi þar vegna þessa en nú komin til dæmis þá svona smá samanburð við Svíþjóð sem að greip til minnstu aðgerða ætlum óhætt að segja sko af vesturvöldum og vesturríkjunum og þar alveg óyggjandi, marka má þessar rannsóknar, það hefur ekki verið þetta álag, það hefur ekki verið þessi hækkun sem að Bretar greina hjá sér þegar kemur að svona geðheilbrigðismálum. Já, og ég held einmitt eins og ég var að lýsa, sko, þú veist, að mörguleiti afhjúpaði þetta eins og fyrir mér, sko, hægt og rólega þetta sem náttúrulega gildir víðar á sviði stjórnmálana, ekki bara í þessu, en afhjúpaðist mjög sterklega þarna, að það bæði valdsérfræðinga og valdsérfræðingastéttarinnar og vald þeirra stofnana sem heita lýðræðislega stofnanir náttúrulega í grunninn á einhvern hátt ekki lýðræðislegar vald þeirra og vilji fólksins til þess að afhenda þessum stofnunum algjört vald, sko. Það spurning með því, Kjartan Magnússon, hvar var Cassie Mack staddur á sinni pólitísku vegferð í þessu öll saman? Þetta 2020 sem þetta byrjar. Varst þú ekki á Ítalíu? Hvaða ár var það? Almáttugur. Ég fór til Ítalíu eftir að næsta rauglínu lauk, sko. Haustið 22. Haustið 22, já. Þeir fóru nú illa út úr þessu. Þeir fóru mjög illa út úr þessu og þar var mikil nója með þetta en þá þegar ég kom þangað en það var allir hættir að bera grímur og svoleiðis kjaftaði. En ég var á ansi svipum stað og þú lýstir áðan. Ég byrjaði á því að við fengja ekki hina heilugu sérfræðinga. En svo fór það að renna upp fyrir manni í svona 500. grímunni. Hefur þetta áhrif? Mun þetta bjarga lífi mínu? Já. Þetta var spurning sem leitaði á mig oftar og oftar í öllum þessum aðstæðum. Og ég held að mjög margir, sko, það einmitt eins og þau nefnið þetta með geðheilsu ungmenna og ég held að einmannaleikin hafi drepið ofboðslega marga og það ekki dauðsföll það sem eitthvað skrifað á vottorðið, sko. Nei, og það er hræðsla, sko. Ég held bara hreinlega einhver hefði bara dáið úr hræðslu. Og margir hafa enn ekki jafnað svo þeirri hræðslu þeir sem lifðan af. Nei. Og ég held að, sko, ef við reynum að draga einmitt álítanir og lærdóm, þá ég, sko, þá bara mjög áhugavert að skoða þetta tímabil, einmitt núna þegar ríkið hefur sest og allt orðið óumdeilt. Ég meina, maður getur sagt að veiran sé frá Kína og það óumdeilt, þar að segja að maður ekki fangilsaður fyrir það eða tekin af samfélagsmiðlum eins og var á þessum tíma. Það var nú bara að koma frétt í gær frá þýsku leyniþjónustunni. Það sem að var að lekið einhverjum upplýsingum, það sem að þýska, ég held að það hafi verið leyniþjónustan, hafi komist að þeirri niðurstöðu og staðvist eftir sína skoðun að þessi veira hafi komið lekið út frá tilraunastofan. Og ég tók viðtal við Matt Ridley sem hefur barist í því að halda þessu fram mjög lengi og algjört autoritet í tilraunastofu kenningunni og þar var mér svo ljóst að það geta öll rök hnýið að einhverju. Það getur verið tiltölulega augljós ályktur út frá öllum gögnum máls en það má ekki segja það. Og það var bara þetta ástand, þetta pólitíska ástand sem við liðum við og það náttúrulega, ég man ekki hvort að Davíð Oddsson hafi fiktað við þessar hugmyndir svona við og við einhverju leiðurum. Ég hef aldrei skilið, þá skil ekki ennþá af hverju menn voru svo viðkvæmir fyrir því að ræða þetta. Ég bara skil það ekki. En það var bara fólk sagði. Var ekki bara því að Trump var að byrja að tala Kínaveiruna, sko. Jú, hann talaði Wuhan-veiruna fyrst og það var óborganlegur, það var óborganlegur blaðamannafundurinn þar sem hann talaði the China virus og einhver asísk kona blaðamaður spurði why are you always saying China virus? Because it comes from China. Þetta bara einfalt. Þetta bara mjög einfalt. En sko, nei, það þú veist, þetta að það var bara og svona eins og til dæmis svona veirufróðir
mínir gömlu kollegar á Vísi, til dæmis Kjartan Kjartansson hefur alltaf verið að skrifa og það alveg sama hvað kemur fram eða hvaða leyniþjónustur allt í einu byrja að leka þessum upplýsingum, svona handvalið, þegar þeir eru fúlir út í Kínverja. Bandaríkjamenn byrjuðu að gera það fyrst í gegnum orkustofnun sína og svo allt í einu leyniþjónustun og svo eru Þjóðverjar byrjað að segja þetta og svo framvegis. Það er svo fundið hvernig svona upplýsingum er haldið frá almenningi og svo svona, jú, bara segjum þetta núna og núna má segja þetta. Og þetta minnir mann á náttúrulega að láta ekki þakka niður í sér að einhver hluti til, að það er alls konar hluti sem geta blasa við og svo eru samt mjög áhrifaríkir einstaklingar og sérfræðingar og sérfræðimenntaðir sem bregðast henni verstu við þegar fólk er að segja það sem er í blasir raun og veru við, ekki það að ég veit hvaðan þessi veira hafi komið, en það er mjög skynsamlegt að álita út frá alls konar gögnum að þetta geti alveg hafa leikið þarna í rannsóknarstofu í einhvern mann, En þetta það er náttúrulega áberandi á Íslandi að fjölmiðlamenn virðast ekkit margir vera með erlend gagnamagn á nettengingunum sínum. Það er mjög oft eins og erlendar fréttir berist ekki hingað fyrir mörgum árum eftir að allir eru búin að frétta það sem fylgjast með. Já. Og það er vandræðilegt stundum með blaðamennina að þeir einmitt eins og þú segir, þeir bregðast ókvæða við þessum í raun og veru þetta sem var orðið augljóst fyrir löngu síðan með þessa og í sambandi við hvernig og líka bara í víðari skilningi hvernig þessi alþjóðlega umræða þróast og hvaða upplýsingar meginstjórnarmiðlarnir á Íslandi styðjast við í sinni umfjöllun. Maður finnur það líka alveg sterkt núna að það er, eins og þegar ég var að alast upp á þessum miðlum, þá vísaður í þinni fréttaumfjöllun að vísaður í bara stóru rótgrónu miðlana, við þekkjum hvaða miðlar það eru bara lamestream media, það er bara CNN og BBC og það er bara eitthvað svona mátt vísi í og svo er annað sem þú bara getur eiginlega ekki byggt fréttirnar á og það er raun og veru kerfi sem er að mörguleiti að ríða til falls núna, þess vegna er allt þetta panik, það er svona exið í gangi, Það sem kom mér mikið óvart í þessu varandi fjölmiðlana er að nú vorum bara menn lokaðir inni þarna hér, einhverju leiti og það hefði verið svo auðvelt fyrir fjölmiðlana að vinna alls konar efni frá útlöndum, en það er eins og menn bara hafði engan áhuga á því að ræða við með sérfræðinga í útlöndum. Ég endaði þingmaður á okkur skrifstofu keypti mér eitthvað svona áhrifavaldaljós og setti símann inn í það og tók viðtal við Anders Tegnell, mann sem var búinn að vera í heimspressunni í nokkrar vikur fyrir bara harða afstöðu eða bara svona einbeitta afstöðu í þessu og svo leið sem Svíarnir fóru vakti athygli út allan heim, búið að tala við hann hægri vinstri og ég var alltaf að bíða eftir að menn hefðu bara hringdu í mannin og tækju við hann viðtal en það gerðist aldrei. Nei. Þannig ég tók við hann svona eitthvað bara live viðtal á Facebook, ákaflega áhugavert og manni fekk eitthvað símtal frá okkur bræmi, hvernig datt þér í hug að tala við hann? Nú að því þú gerir það ekki, sagði ég. Ég meina hvað, og fleira af þessum toga, við stofnuðum nú svona félagskap, heildarmyndin, nokkur sem höfum áhuga á þessu, meðal einn læknir og heimspekingur og hagfræðingur og hvað veit ég. Og við tókum síðan viðtal við þessa hluta af þessu gengi Barrington, sem gaf út Barrington yfirlýsinguna og þetta bara, og það hefur ekki enn þann dag í dag hafa þessir stóru miðlar á Íslandi tekið viðtölu rætt við þetta fólk sem var samt í hringiðunni á alþjóðavettvangi í þessum málum. Já, og ég held að það sé og sumt af þessu fólki var náttúrulega bara hrakið frá stöðum sínum við Harvard og aðra háskóla en margir er núna fengið uppreist æru og verið settir í jafnvel háráðuneyti í Bandaríkjunum. Og ég held að lykilmáli í þessu sé líka bara, og eins og ég segi enn og aftur þessi ályktun sem að dregur það hvernig fjölmiðlar geta verið afskaplega hliðhollir stjórnvöldum á þennan limskulega og ísmeigilega hátt og sem maður er alltaf gerður einhver hrópandi eyðimörkinu fyrir að reyna að sjá það og reyna að benda á það og það er spurt bara hvernig, hvað leiti er þetta ekki hlutlaust? Þetta er bara ekki hlutlaust að því leitin að þetta fyrirbæri hefur engan áhuga á því að komast aðeins niðurstöðu í þessu máli annari en þeirri sem að stjórnvöld er að miða við og ég held að mörguleiti megi örugglega alhæfa að þetta sé staðan mörg mál á Íslandi að ég meina hvort sem það er í þessari brjáluðu kynjaumræðu eða útlendingamálum eða öðru eins að fjölmiðlar munu ekki eldast við einhverja alternatífa sýn í þessum málum en það er einmitt það sem frelsisbyltingin er og þess vegna sjáum við líka þess vegna sjáum við fólk bregðast við versta við til dæmis
því að það sé veitt málfrelsi á miðlum eins og X, af því þá munur flóðgáttirnar bresta þar á meðan fjölmiðlarnir neita að fara inn í það, sko. Þá missir þetta kerfi völdin. Ef það hefur ekki tök á umræðinu og skilgreiningavaldinu, þá 90% af því fallið. Já. Það ekki það sem menn fræðast? Jú, ég held að það sé allan það sem við erum að horfa upp á, og þess vegna segi ég alltaf að Elon Musk hafi gert mjög gott í að frelsa Twitter. Ég held að hann hafi bjargað miklu með því að gera það, sko. Já, mjög mikið og menn auðvitað búin að viðurkenna núna með á Facebook að hafa þessi viðstýring var í gangi og hérna. Já, en sko, og umræðan hjá íslenskum libbum, bara svona þessum hópi sem stendur vörðum þessi góðu gildi, á þá leið að með til dæmis þessum breytingum sem Zuckerberg vilji gera á Facebook síðan að sé að fara að leyfa upplýsingaórið, leyfa falsfréttir, þú veist, þannig að það búið að snúa orðræðinni, upp í þetta, skilur, það búið að færa mörkin, þannig að allt þetta að leyfa bara frjálsa umræðu heitir þetta, sko, og hjá Evrópusambandinu þetta nálgunin, sko, og ég var einmitt að hlusta á mjög áhugaverðan álitsgjafa sem heitir Samo Búrja, sem er hagfræðingur og mikill svona greinandi í samfélagsmálum. Hann að tala að það sé ekkert galið þegar maður horfir á þróun til málana í Evrópu og í Bandaríkjunum núna, út af því hvernig fólk að tala til og þú sérlega fólk tala fyrir til hér á Íslandi að núna ættu við svona af siðferðislegum ástæðum að sniðganga til Facebook og Twitter og annað eins, sko, ekki það við getum það, en svona, þú veist, að það væri hugsunin að sama nálgun verði ofan á í Evrópusambandinu, hægt og rólega, ef Evrópusambandið bara getur ekki höndla það pólitískt að hafa þessa frjálsu umræðu sem á X eða Facebook, að verða bara að reiða sig á sitt örugga net ríkismiðla, sem við lýði, það bara svona örugt net ríkismiðla sem eru bara innan ákveðins ramma, bara saman bara ríkismiðlinn hér, hann bara innan ákveðins ramma, það bara hægt að treysta því og stofnanirnar geta bara treyst því, að á endanum þá getur alveg bara skapast tiltölulega svona alvarleg umræðu það að banna þessa miðla hérna í Evrópu, og það er fullt af fólki í Evrópusambandinu sem talar fyrir því að banna X í Evrópu eða setja í svona stólinn fyrir dyrnar með þessum hætti, sko, að lokum banna það, þú veist, þannig að þetta er stórt mál að mínu mati, sko, í stjórnmálunum núna, bara þetta að segja nei við hvers konar skerðingu á tjáningarfrelsi, sko. En finnst ykkur greinið þið eitthvað svona pendullin sé eitthvað að fara tilbaka í þessu? Hér á Íslandi? Já. Það bara, held ég, spurningum það hvernig þú tala við, sko. Já. Það að segja pendullin sé að fara tilbaka í þessari ritskoðar tilneyingu. Já. Ég veit það ekki, ef við skoðum stóru málaflokkana, hvernig er umræðan? Já, ég held að vissuleiti að það náttúrulega einhver vígi sem eru eftir eins og X, skilur, fólk getur átt bara beinskeytta umræðu þar, skilur, en þú veist, stóru miðlarnir, ef við hefðum bara þá, eins og við höfum alltaf haft, sko, þá var alltaf verið allt öðruvísi, sko. Varðandi, við vorum að tala um COVID fyrir nokkrum mínútum, ég held að í því tilfelli hafi raungerst ótti okkar hérna við borðið í mörgum málum, í varðandi skoðanafrelsi og tjáningarfrelsi, og ég held að hafi verið svona eftir á hyggja, ég ætla ekki að segja þetta hafi verið gott í heild sína, en allt slæmt hefur eitthvað gott með í för. Og ég held að það hafi verið í COVID að mjög margir sáu klærnar, þeir fundu klær ríkisins læsast utan sig og sáu, býtum við, það alveg hægt að nota þetta fyrir eitthvað fleira en þennan vírus. Já, og ég held að það sé stóra málið í þessu fjölmiðla frelsisdæmi og tjáningarfrelsisumræðu, þegar maður alltaf sakar að væla að hafa ekki tjáningarfrelsi. Ég átti maður á því, ég hef mjög rúmt tjáningarfrelsi núna. Ég hins vegar að fylgjast með því hvernig sko blikur geta verið á lofti gagnvart alls konar öðru fólki í alls konar öðru málum, og ég held að fyrir hvern og einn þá það ákveðin mál sem kveikja á þessum áhyggjum hjá þér. Ef það eitthvað mál sem þér hugleiki og þú finnur að það verið að misbeita hlutunum í því máli, hvort sem það í COVID eða í útlendingamálum, eins og bara verið í Evrópu að fangelsa fólk í stórum stíl fyrir að tjá sig útlendingamál í sínu heimalandi. Ég held að það sé engar ígjur, er það ekki rétt? Ég held að það sé rétt í Bretlandi, ég held að það sé ekki ígjur. Og í Þýskalandi líka, og þýskir saksóknarar voru viðtali við 60 Minutes að segja þetta alveg opinskátt, bara já, við erum að gera þetta núna. Þú veist, þetta orðið alveg grímulaust, sko. Og ekki bara þetta heldur, sko, það svo fyndið að þetta fer alltaf strax út í svo mikið rugl eins og í Þýskalandi. Hvað var þetta? Var þetta 500 eða 600 mann sem Habeck, sem var ráðherra? Hann var kallaður, sem var efnahagsmálaráðherra og var kallaður Schwachkopf. Já, hann lét það ekki, hann gæti ekki unnað því. Nei, skildi segja það. Og þá var held ég einhvers konar rannsókn eða einhvers konar ferli sem fór í hönd þar, sko.
En ég veit ekki, mér líður eins og sem að einhverju leiti óhullt fyrir þessu núna hérna, en fólk vill náttúrulega fílar þessa Evrópu, vill fara inn í þessa Evrópu fyrir okkar hönd. Þannig að við stöndum föst gegn því. Það ýmislegt sem við þurfum að ræða í dag og við höfum náttúrulega aldrei endað þessum tíma eins og við höfum sagt, Sigríður þarf að fara að gera skattframtal. Hvað þarna, við erum búin að snerta þess að COVID, það alls konar annað að vera. Við erum með til dæmis töluverða fréttir úr Breiðholti þar sem að nemendur og foreldrar segja farið sínar ekki sléttar af ófremdar ástandi í Breiðholtsskóla þar sem að einhvern veginn, tekst ekki með nokkru móti að koma böndum á einhvers konar ofbeldis fulla hegðun ákveðins hóps nemenda og menn eru bara alveg ráðalausir og foreldrar einhvern veginn senda böndin sín aftur í skólan og þá er eiginlega ráðist strax aftur á þau og þarna finnst manni vera svona alls konar merki að ástandi sé töluvert flóknara og erfiðara en einmitt miðlarnir hafa haft áhuga á að segja frá. Hvernig horfur þetta við ykkur? Hvað eru þið þegar væntanlega fylgst með þessu máli að einhverjum marki? Já, ég sá að það var það búið að auka viðveru lögreglu á svæðinu. Ég man ekki hvað, það er eitthvað prógram, hvort það er kallað bara eitthvað svona vettvangs bara lögreglu á vettvangi að fylgja, tala við krakkana, reyna að tengja við krakkana og við tala við einhvern lögreglu þjón sem að klikkt út með því að segja að þetta væri auðvitað bara ábyrgð okkar allra þú veist, að reyna að ráðast að rótum þess að vanda. Einhvern veginn var niðurstaðan að þetta væri þér Sigríður að kenna. Það var einhvern veginn þannig og þannig að lögreglan er núna upp í Breiðholti að tala við börnin sem loksins þora út úr húsi og það er svo sem fínt bara, hún sé með viðveru þarna, auðvitað er það ekkert eðlilegt ástand íbúða hverfi að það lögreglan sé á vappi þarna dagana langa Nei. Það er auðvitað bara svolítið ókveikjandi veruleiki ef að þetta stefnir í það að það þurfi bara lögreglu til að ræða við börnin og fylgja þeim eftir og eins og þau sögðu elta hópamyndun. Það er hlutverk lögreglu skilur þar að segja, þannig að koma tryggja það sé ekki eitthvað svona, hvað maður að segja, óeðlileg hópamyndun eða eitthvað sprett upp úr því. En auðvitað er þetta ekki það vansi hvernig svona aðrir en gerendur í svona málum eða þeir sem standa þeim næst eða lögregluyfirvöld og svona vansi hvernig aðrir geti einhvern veginn gripið inn í þetta Það er, og ég held að ég hef ekki mikla væntingar til þess en þetta er auðvitað bara lögreglumál, þetta er auðvitað ekkert öðruvísi ef að börn eða úlingar eru að beita önnur börn ofbeldi. Og skólinn. Það er auðvitað barnaverndarmál en það er auðvitað líka lögreglumál Já, en að huga líka að því að öllu snúi svona hvolf einhvern veginn les maður viðtal og einhvern veginn niðurstaðan var þessu mér að kenna hvað yfirvöld, hvað borgar yfirvöld skóla yfirvöld sem bera ábyrgð á að fólk geti sendt börnin sín í skólan með tiltölulega öruggum hætti. Þetta hefur almennt gefist vel og almennt reynst bara ágætlega mögulegt en þarna eru komnar upp aðstæður þar sem þetta er ekki lengur mögulegt og fólk, niðurstaðan var sú á tíma eins og maður skildi fréttirnar frá þessu upphafi var bara fólk hafði alveg gefist upp á því var alveg hægt að reyna að senda börnin sín í skólan og síðan þegar Reykjavíkurborðið spurði út í þetta að því að Morgunblaðið byrjar að fjalla þetta að því að Morgunblaðið einhvern veginn tekur á skarið í þessu máli sem er bara lofsvert þá voru fyrstu svör borgarna bara nei, þetta er ekki stór mál þetta er ekki, þetta er svona að vísa til þetta er stór mál og ef þetta er stór mál þá er þetta þér að kenna þannig að þú veist ég veit ekki það er eitthvað svona í orðræðinni frá borginni þessi mál sem gefur manni bara mjög sterklega tilfinninguna að þarna hafi engin raunverulegan auðvitað hefur fólk metnað fyrir að laga þetta, maður getur ekki trúa öðru en það er eitthvað fólk takit ekki nægilega alvarlega Nei og svo er ofta borið því við að það sé ekki hægt að senda eða vísa þessum börnum úr skóla eða þessum gerendum, köllum það þá nema mjög ábúðslega afmarkaðan tíma því það sé skólaskylda hér og lögin heimil ekki að taka þau bara út úr þessum aðstæðum og ég myndi segja, ég hef ekki kynnt mér vissulega skólaskylda en hún getur þetta ekki gengið yfir gröf og dauða í orsins fylstu og ef það er þannig að þá ef að borgaryfirvöld eða skólayfirvöld sjá einhverja vankanta á löggjöfinni þá eiga þau að ræða það við okkur við löggjafan ef það þarf einhvern veginn að breyta löggjöf þannig að menn
geti tekist á við svona mál og tekið gerendur út úr þessum aðstæðum til lengri tíma en einhverja 2 vikna sem eitthvað viðmið og þá fara þessi börn í eitthvað brúarskóla, mætu þetta ekki þangað eða hvernig það samt fullt þar og maður hefur heyrt þessar lýsingar. Þannig að mér hefur svolítið kannski fundist að vanta frá þeim sem að þurfa að höndla með þessi mál, sko, að ef þau sko, berist eftir björginni. Já. Komi og bara óski, bara, þú veist, ef það eitthvað lapsus í löggjöf sem að veldur því að það sé ekki að taka á þessum málum, þá lögum við bara löggjöfina. Já. Það virðist vera gríðarlega sterkt tabú sem að stjórna mönnum þarna. Ég ætla ekki að fullyrða með þetta einstaka mál að það sé hvernig var það tengt ólíkum menningarheimum. Það virðist vissulega vera mikið til þannig að þetta séu börn af erlendu bergi brotin sem það líkur bara því að alveg bara sko. menn þóra nú alveg að segja það, sko. Já, menn þóra að segja það, en ég held að í kerfinu, sko, því að við vitum nú í kerfinu það ekkit, sko, ríkisstarfsmenn þeir kjósa ekki eins og almenningur kýs alltaf, þannig að þeir eru kannski ekki alveg með sömu hugmyndafræði. Ég held að hjá þeim sé gríðarlegt tabú bara að viðurkenna, ok, það kannski vandamál með börn af erlendu bergi brotnu. Og því að ef það þarf að fara að klást í það, þá líta það svo, já, þá erum við bara að gefa andstæðingum okkar vopn eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, jú, ég held að það sé alveg rétt að þetta að einhverju leyti pólitísks eðlis, þú veist, sú þöggun sem á sér stað, eða einhverju hluta til, sko, að neita að, í staðinn fyrir að ég held að sé bara öllum til hagsbóta ef að menn ræða það opinskátt og ég held að við, sko, til dæmis í allsherjar- og menntamálum, þá fengum við fólk svona til okkar í sambandi við bara þessa fréttir, þá fengum við fólk innan úr kerfinu til þess að fara yfir, sko, já, bara hvernig svona mál horfa almennt við og þetta náttúrulega, þetta auðvitað mjög, sko, ekstrem atburðarás sem þarna í gangi, en á heildina litið þá leyfi ég mér alveg fullyrða að það sé að einhverju leyti komið svona það sem kalla megi svona ákveðin tifandi tímasprengja inn í kerfið þar sem með gífurlegan fjölda fólks sem í sko, mjög nýlega komið til landsins sem komið inn í skólakerfið og það bara eins og ég þekki sko, fyrir bara innfætt íslensk börn þá flókið að aðlagast skólakerfinu sko. Það er bara mega ferlið, þú ferð í fyrsta bekk og þú þarft að aðlagast og það kom upp margvísli hefðin á vandamáli eins og það hafa alltaf gert nema núna sá vandi að mörguleiti komin á stera sko. Og ég minnist þess alltaf þegar Einar Þorsteinsson þáverandi borgarstjóri held ég eða formað borgarráðs sagði það í viðtali bara í fyrra á viðskiptaþingi þar sem að ég var með hann í pallborðið, hann var að tala Bjarna Benediktsson þegar Bjarni var að býsnast yfir Palestínufánum held ég á Austurvelli eða eitthvað svoleiðis. Það fór Einar að skjóta á hann af því að Bjarni var held ég að skjóta Einar út af borginni að borgin hefði lyft einhverja fána og ég veit ekki hvað en þá var sko fór Einar af því að hann var svo fúll að segja sko sannleikan í málinu raunveruleikan sem blasir við Reykjavíkurborg sem bara að stjórnvöld hafi opnað landamærin og sagt bara gjörið svo vel við borgina, skemmtu ykkur, skilur í staðin fyrir að sko svona stórum verkefnum fylgi fjármagn eða hvernig sem það ekki það að ég telji að þú getur í raun og veru endilega list þetta allt með fjármagni, ég held að þú getur líka bara haft eitthvað sem heitir allt of fjölgun íbúa á skömmum tíma og svo þjappast þetta niður í svona hverfi og eins og Brynjar Karl, körfuboltaþjálfari hefur líka sagt mjög opinskátt að hann þekki vel til á þessu svæði að það eru mörg mál þarna sem alls ekki verið að taka á og alls ekki verið að leysa nýja horfast í augu við að séu svona vaxandi vandamál og svo þegar einmitt svona kemur, afmörkuð frétt, borginni spurði út í þetta, þá kemur bara eitthvað svona, já, heyrðu, það hérna inngildingarhópur að fara að skoða þetta. Þú veist, það bara svona eina planið, sko. En þegar rauninni svo að mínum mati ættum að taka þetta og hugsa, heyrðu, sko, leysa þessi tilteknu mál, tryggja öryggi barnanna í skólunum og svo endurskoða hugsunina sko, endurskoða stefnuna í víðum skilningi. Þetta svar með að við erum búin að skipa einhvern hópum þetta svo dæmigert svona kerfi svar þar sem kerfið búið að skýta upp á bak og það segir, sko, við erum búin að skipa nefnd til þess að fjallum það af hverju við skýtum upp á bak eftir 4 ár fáið niðurstöðu. Þetta algjörlega óásættanlegt fyrir almenning að bjóða honum upp á þetta. Það nákvæmlega svo þú sagðir, það þarf að koma með einhverja lausnir þannig að foreldrar og börn komist í skóla í friði. Þetta bara rosalega alvarlegt að þessi látið viðgangast og enginn, það bendi bara Pétur og Páll benda okkur annan. Já, ég velti fyrir mér sko hver endanlega niðurstaða þarna verði, ég býst ekki við því að borgin í raun og veru nái utan vanda, ég meina, kannski væri vandamáli en lausnin einmitt bara eins og segir sig, ég meina, það þarf bara að taka bara erfiðar ákvarðanir í svona málum. Heyrðu, það reyndar sko, svo því sem hafði til haga, þá hérna frétt í dag, sko, þar sem að
skólayfirvöld vísa einhverjum ummælum á bug og telja upp aðgerðir þar að segja ummælum að það hafi ekkert verið aðhafst og svo talið upp eða skóla- og frístundasvið vísa þeim ummælum á bug að ekkert hafi verið gert í málefnum Breiðholtsskóla. Það hafi verið gripið til ýmissa úrræða og svo kemur bara einhver listi og þær eru taldar upp. Það hefur verið stuðningur og sérkennsla verið aukinn og hópaskipting endurskoð og hvað veit ég ekki og er bara einhver listi maður bara velti fyrir sér, er þetta gert þá eftir umfjöllun Morgunblaðsins í rauninni? Eða ég meina, þú veist, það þurfti það til. Þannig að það er kannski og bara fínt að menn eru auðvitað að vakna menn sjá að það þarf auðvitað að gera eitthvað. Og skólastjórnendur telja þessar aðgerðir sé farin að skila árangri það sé núna betri vinnufriður og bara verður auðvitað að gefa yfirvöldum og skólastjórnendum svigrúm til þess að grípa til aðgerða en það á auðvitað þú veist, það á auðvitað ekki að þurfa alltaf að koma upp þessi einhver umfjöllun í fjölmiðlum þetta menn eru orðin langþreyttir foreldrar þegar þeir stíga fram til þess að fara í fjölmiðlum til þess að lýsa ég meina það hljóta allir að sjá það að menn gera það ekki nema í lengstu lög Það er ekki fyrsta úrræði Nei, þannig að en svo er auðvitað líka svo skiptir líka máli finnst mér í öllum svona málum þá við þetta mál tiltekna og þessi mál sem er að koma upp varðandi börnum fyrir þetta vanda og ýmis mál sem koma upp að það skiptir líka miklu máli að fjölmiðla vandi sér svolítið í umræðunni og umfjöllunin þetta rannsaki svolítið áður en menn henda einhverjum staðreyndum á loft og kalli eftir skýrum svörum og bara staðreyndum og bara sannindum málsatvik frá stjórnendum og yfirvöldum en láti ekki, einhvern veginn grassera svona fréttaflutning sem er allur neikvæður allt sé ómögulegt og svona því maður bara einstökum mál sem maður veit að það er auðvitað ekki verið að segja satt og rétt frá og þá auðvitað bera stjórnendur eða sérfræðingarnir í þessum málum oft fyrir sig að þeir geti ekki tjáðsum þessi mál og þetta sé persónuvernd og alls konar svoleiðis en ég minni menn alltaf á það að mönnum ber auðvitað stjórnvöldum að leiðrétta ef það er eitthvað rangfærslur í umræðunni en menn veigra sér svolítið við því og þess vegna verður umræðan hún getur orðið sjálfstætt vandamál líka að bara menn horfi bara til þess eins og með Breiðholtsskóla núna bara hann sé bara þetta sé bara hræðilegur skóli og þetta sé eitthvað einstakt þarna sem það er ekki Nei, akkurat. Hvorki hræðilegur skóli og svo er þetta heldur ekki bara einangrað við Breiðholtsskóla þessi vandi getur komið upp í hvaða skólum og gerir það í hvaða skólum sem er þannig að þú veist, það stundum líka bara aðeins að gefa stjórnendur sjálfstraust til þess að stíga aðeins fram eða veita þeim stuðning til þess að bara segja hlutina eins og þeir eru þú veist, það nennir enginn að hlusta alltaf á eða, það er enginn að kalla eftir bara einhverjum svona ummælum að við erum að taka á þessu og fólk vil bara fá að heyra fólk vil líka fá að heyra ef menn segja, við vitum ekki hvað við að gera við erum ráðþrota og mér finnst svona einstaka kennara núna að vera búnir að vera að stiga fram kannski ekki stjórnendur að vísu held í formaður skólastjóra félagsins sem var að segja að skóli án aðgreiningar hefði einhver leiti hvort hann, ég man ekki orðalagið hans en hann var allan að svona að því að það konsept væri að hluta til ekki að ganga alveg upp eins og menn sá fyrir sér sem er nýtt að vessu leiti í opinberu umræðu Já. Margir foreldrar hafa nú verið bent á það sagt frá upphafi Fólk hefur lengi sagt þetta í laumi eða svona í tekjumanna að þetta gangi ekki alveg upp en Já, þetta skólanaðgreining byrjaði nú aðalega varðandi fötluð börn Já, ég er að segja það og foreldrar ýmsa fatlaðar barna bentu bara á að börnin þurfa bara auðvitað ákveðin stuðning og það bara hendar þeim ekki að vera í skóla án aðgreiningar eins og heitir en nú er þetta komið kannski meira að fara að snúast án aðgreiningar allir þessi innflytjendur börn sem tala ekki íslensku og þarfendur gotum og frá öðrum menningarheimum og svona þannig að einhvern veginn En í sambandi við það, þá var ég að hlusta á einmitt Loga Einarsson hvort hann er menningarmálaráðherra og svo eitthvað annað líka og hann var að fjalla í sambandi við bókmenntastefnu núna sem ég ætlaði nú að taka þátt í umræðinu forfallaðist en í því sambandi að fóru menn svolítið að ræða til mér íslenskuna í þessu, en ég held að það sé líka líkil mál í þessum málum að ef menn getur ekki lengur tala saman, þá er þetta náttúrulega orðið miklu harðvítura og hvað þá eins og ég var í heimsókn í Keflavík daginn, þar sem að hvort að það séu 40% nemendur í FSU eru útlendingar og margir þeirra sögn þess sem ég talaði við þarna ná einhverjum tökum á tungumálinu er ekki beint einhvern veginn inn í þeirri stöðu að hafa hvata til þess. En mér fannst, og það sem ég saknaði frá Loga Einarsinni, er þetta að átta sig á, nú eru 40% á aldrinum 30 til 40 ára á Íslandi af erlendu bergi brotnir. Við
við erum komin í himinhá hlutföll með að við svona það sem maður myndi telja hóflegan innflutning vinnuafls að mínum mati. Og síðan hann í ræðu þarna að segja sko að jú, hérna hafa margir lýst áhyggjum af íslenskunni og allt er það gott og gilt, en við þurfum að muna að hérna er komið fólk úr öllum áttum og þau börn þurfa líka að kunna sitt móðumál til þess að ekki verða geldir samfélagsþegnar og geta farið í háskólanám og svo framvegis. Við verðum að muna það og svo þurfum við að horfast í augu við að ákveðna breytingar eru bara að verða á samfélögum heims og við verðum bara að taka þátt í þeim breytingum. Mér finnst svo skrítið að stjórnmálamenn sem hafa þennan málaflokk á herðum sér að þetta sé einhvern veginn bara niðurstaðan, ég segi ekki uppgjöf en ákveðin svona uppgjöf gagnvart því að þetta er bara einhver alþjóðleg þróun sem verður hér og við munum enda á að hafa meiriháttar vandamál í tengslu við sko samskipta örðuleika í samfélaginu vegna tungumála örðuleika, þetta bara verður svona, þannig að gott og blessa að nefna íslenskuna, en nú svona þetta bara. Þessi umræða sem ég finnst líka einkenna líka mikið umræðina í kerfinu þessi mál, að svona bara við ætlum bara að takast á þetta í stæðan fyrir að segja sko, heyrðu, þurfum við ekki allan að áður en það heldur áfram að versna, en þess að síðan er það líka bara að við vitum að börn sem lenda í því í skólanum að einmitt af þessum ástæðum ná ekki tökum á tungumálinu, þá lenda utangars, mynda hópa sín á milli, svo bara vindur það upp á sig, það skánar ekki með tímanum inn í kerfinu, það bara vindur upp á sig og þú sér það á sko tíðni í glæpamálum að þetta eru þeir hópa sem síðan skilur þetta eru Íslendingar að inni en þú veist það er fólki sem næri ekki aðgangi sko mín afstæði þessu, við erum kannski ekki alveg á sömu línu í þessu Snorri, sko ég hef alltaf sagt það hefur verið bara mín skoðun og mín afstæða og mín tilfinning í þessum málum þegar það kemur að þessum innflytjendum og inngildingu að sem að ég sko held ekkert upp á þessa inngildingu og mér heyrist þú samt stundum vera svolítið inngildingarmaður og ég vil bara hins vegar bjóða fólk velkomið og svona en ég finnst það bent bara á það sem ég held að sé bara staðreynd að það er ekkert hægt að kenna fólki eitthvað tungumál fólki sem vill ekkert læra eitthvað tungumál og jafnvel er það þannig að það er ekki hægt að kenna sumu fólki frá sumum löndum íslensku, það er bara þannig, það er bara full reynt, ég bara þekki það ég bara tek dæmum tælendingar, oft fullorðnir tælendingar eiga rosalega erfitt með að læra íslensku og mér finnst bara mikilvægt að menn hafi þetta í huga þegar þeir eru að bjóða alla velkomin til Íslands ég segi bara, ok, ef við viljum bjóða fólk velkomin til Íslands, fæn en bara höfum það í huga að það verður ekki þannig að allt þetta fólk mun læra íslensku. Það verður bara aldrei þannig. Nei. Ég hef ekki miklar áhyggjur af kannski ungum börnum sem koma hingað. Ég held að þau læri bara fljótt íslensku. Og þetta er svona kannski spurningum að kenna, eða þú veist, leyfa fólki að verða Íslendingar, en það tekur 2 kynslóðir. Þú veist, það gerist aldrei þannig að fólk sem flytur hingað fullorðið, jafnvel orðið, þú veist, þótt að sé ekki meir en 20 ára, að það nær yfirleitt ekkert að verða Íslendingur í þeim skilningi að það tali hérna íslensku eða hafa einhverja máltilfinningu eða nái að verða Íslendingur. Það er mjög sjaldgæft, sko. Þetta bara, þú veist, þetta tekur einhverja kynslóðir. Þess vegna hef ég bara verið að segja, þú veist, er þetta ekki bara töpu barátta, þessi inngilding sem við erum að tala um, við erum að taka á móti öllum svo rosalega vel og vera bara með íslensku tíma bara alveg 24/7 og allt þetta. Þú veist, ég held þetta bara, við hefum bara einbeitt okkur á ungviðinu þá sem kemur hingað, þú veist, að þau nái tökum á íslensku, eiga möguleika á að verða Íslendingar ef þau koma hérna nógu ung og svo næsta kynslóð, sko. Það er bara, ég held að þetta sé, og þá þurfum menn að fara að svara því, ok, ef þetta er þannig, hvað þolum við mikið af fólki að koma hingað inn, sko. Nákvæmlega. Það er bara, þú veist, það er þetta. Ég sammála. Og þetta er umræðan sem ég hef verið að færa mig yfir í. Bara raunhæfa umræðu það hvað við þolum mikið. Og það er það sem fólk virkilega þolir ekki, sem lifir áfram í þessari draumsýn að það sé bara einhvern veginn hægt að kenna fólki á 50s aldri sem kemur hérna eftir bara langa ævi í alls konar rugli og bara læra íslensku. Það er bara, það tekur að minnstakosti 10 ár að bara geta spjallað. Ekki bara læra íslensku, ég menna á þetta hugtak inngilding, á það ekki við eitthvað meira jafnvel, bara eitthvað tilenga sér bara síði og verði einhverju, þú veist, ég menna bara gleymið því, sko. Ég held að inngilding væri notað til þess að segja það að heima þjóðin eða gestgjafinn leifir gestunum að gera bara það sem þeim hendar og koma með sína menningu og halda henni algjör óbreyttri. Aðlögun væri það að gesturinn kemur og segir ég ætla núna að gera mitt besta við að verða eins og þú, þannig að allt gangi hérna friðsamlega.
Og þetta ekki réttu skilningum inn á mununum? Jú, sko, menn hafa horfið frá því að vilja tala aðlögun, þeim illa við þetta orð, og þetta var samt algjörlega mainstreams orð, sko, þetta var bara alveg orð dagsins, hérna, í sambandi við þessa umræðu hérna framan af 21. öld, þá var þetta orð dagsins, en síðan verður orð dagsins inngilding, og inngilding þýðir einmitt eitthvað, það er eins og, það þýðir, já, það er ekki hægt að skilgreina í fljótu bragði, sko, en mér finnst þetta samt góða punktur, Sigríður, og ég er sammálaður í þessu og ég er einmitt Þú ert hættur að reyna að fara að kenna öllum íslensku. Nei, ég er ennþá auðvitað á því að fólki að bjóðast það er að vera einhvern veginn verkefni stjórnvalda að hluta til að eins og hægt sem er núna þegar gert, sko, það er tölvöld frambúð, en ég hef bent á að fólk virðist ekki hafa neina hvata, né endilega metnað, sérstaklega það er hérna í nokkur ár, þess vegna er ég löngu farin að tala um það að innflytjenda stefnan sé fullkomlega ósjálfbær, en þá erum við föst í þessu EES. Og það er eins og við fáum einhverjum þetta ráðið og það er náttúrulega stærri spurning, sko. Já, en svo er ég hins vegar sammálaður auðvitað við bara leggja áherslu á íslensku hvarvetna og við hefum þetta ekki að gera öðrum tungumálum eitthvað jafn hátt undir höfði til þess í opinberu þjónustu, það er bara ekkert ríki sem gerir það. Þú veist, auðvitað hefur að vera liðleg, ég meina auðvitað hefur að liðka fyrir og það bara léttir á stjórnsýslu að kannski að bjóða upp á, hafa eitthvað upplýsingur ensku, en það er orðið svolítið kannski langt gengið ef menn ef þetta er farið að hafa eitthvað forgang, sko, hvar var ég var nú eitthvað hérna einmitt að þú veist, það er eitthvað skoðanakönnun eitthvað, það kom alltaf á ensku hérna frá einhverju, þú veist, ég meina já, þannig að menn verða að sýna smá metnað í þessu, sko, Já, þess að ég segja, harðari málstefnu gagnvart því að íslenska sé allstaðar bara númer eitt og jafnvel að hinn önnur tungumál séu ekki sýnd nema bara þegar svona neyð og nauðsyn krefur. Algjörlega sammála þessu. Ég held að ef þú ferð sko til dæmis Þýskalands, Þjóðverjar, þýsk börn verði ekki allavega voru vernduð að miklu leyti fyrir öðrum tungumálum með talsettu barnaefni og svo framvegis. Þetta hefur þau áhrif meðal annars að menn taka tungumálinu sínu mjög hátíðlega, ekki á eitthvað svona hátt sem margir libbar hérna heima vilja líta á eins og þessi nota til þess að niðurlæga innflytjendur. Það er enginn að gera það. Ég held ég bara geti fullyrt það að það er ekki umræðu vert, sko, að það sé verið að niðurlæga útlendinga með eitthvað fyrir íslensku kunnáttu. En við verðum að nálgast íslensku þannig að þetta er málið. Þetta er aðalmálið. Ef þú nennir ekki að læra það, þá ertu bara ekki velkomin, skilur. Og ég held að sé líka mjög mikil mistöku þeirri umræðu að gera ráð fyrir allir sem kominga séu bara einhverjar tölur og blaði. Þetta er allt einstaklingar með sínar vonir og þrár og bakka á herðunum og sko, við vorum að tala með þetta áðan með aðlögunina, það er svolítið fyndið þegar við erum að tala með þetta með skólamálin og það virðist bara að vera eins og það sé bara engin með grun, neina hugmyndum hvernig á að laga það, en allt í einu kemur svona vandamál eins og það að aðlaga útlendinga, kenna þeim íslensku, fá það til þess að fara eftir lögum sem í mínum huga er alveg orðið sýnt að er ekki minna flóki en að búa til kjarnorkusprengju og menn láta bara eins og þetta sé ekkert mál. Þetta er bara eins og að drekka vatn. Þetta er það ekki. Nei, þetta er mjög flókið vandamál og það er að sýna sig, það er bara það sem ég er að reyna að segja með þessu, það er að sýna sig á mörgum sviðum, ég var svo sem að skrifa greinum það líka sérstaklega í dag, það er bara að sýna sig á mjög mörgum sviðum í íslensku samfélagi að við verðum að taka þetta til endurskoðunar og ég vona innilega stjórnvöld gera það, ég treysti því ekki að þau muni gera það, ég hef eiginlega engar væntingar til þess, en ég held að það sé krafa almennings og að þeir finni fyrir því að það þýði eitthvað hérna að vera heimamaður, sko. Gott og blessað. Hvað er annað hérna sem við erum að ræða, kæru vinni? Við erum búin að fara hérna víðan völl, COVID, innflytjendamálin, Sigríður, þú ert nú dómsmálaráðherra, ætlar þú að fara að fárast yfir stöðu uppfærslu Ásthildar Lóu fyrrverandi dómsmálaráðherra? Fyrrverandi dómsmálaráðherra réttarkerfið. Er það ekki svolítið svona low-hanging fruit eins og ég hugsaði það hvort það væri of auðvelt. Low-hanging fruit hlaðvörp sem kom út helgina sem munu fjallum þetta. En hins vegar get ég... Ég sá að sjálfstæðismenn voru rosa spenntir að skrifa þetta og ég bara gott og blessað. Rosa spenntir, já, en ég get svo sem... Þetta er höggstaður sem menn gefa þarna á sér alveg ótrúlegur. Já, en ég... Sko, ég var samt að hugsa þetta... Þetta er svo sem sama konan og kallaði eftir neyðarlögum á Seðlabankann. Já. En ég var samt, sko, maður er alltaf að hugsa, það er bara gaman að heyra... Hlustendum ef þeir átta sig ekki á því sem vísaði til, þá segir sér sett Ásthildur Lóa Þórsdóttir mennta- og barnamálaráðherra.
þá segir hún sérst í stöðuppfærslu eftir að hún tapaði lýgilegu dómsmáli við íslenska ríkið, þá segir hún að hvort að hún segi að það sé ekki hægt að treysta íslenskum dómstólum og hún segir að niðurstaðan í sínu máli sé og eigi að vera öllum áminningum þetta, það sé ekki hægt að treysta réttarkerfinu já, ég ætla að fletta upp nákvæmum dómsmáli laut sem þetta því að hún keypti hús einhvern tímann fyrir hrunbankana og hérna gæti ekki staðið skilum og bankinn tók húsið, hún bjóð samt í því ykkur áratug eða eitthvað. Já, sko Árni Helgason sem held ég varaþingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn lýsti þessu í samfelldri færslu og þá svona fætt maður ekki á tilfinninguna að hún hefði verið einhvern veginn hlunnfarin neitt verulega en ég nefndi nú ekki að lesa dóminn alltaf ekki gera það. Hún segir að við erum löngu hætt að gera ráð fyrir réttlæti hjá íslensku dómstólum, segir menntamálaráðherra og ég svo sem sko eins og ég las þessa færslu hjá Árna Helgasyni en ég fullir ekkert hvort að sú framsetning sé nákvæmlega kannski sú framsetning sem að Ásthildur sjálf myndi setja fram en hann hefur kannski lesið dóminn og séð bara þetta laut bara að einhverju skuldaskilum og sölu okkur íbúð en sko, ok, svo hlaup allir til og það var gaman að segja hérna, já, það má ekki þetta kannski tengist nú umræðinu kannski málfrelsi og svona, auðvitað, ég bara teka fram þetta fráleit ummæli hjá ráðherranum en hins vegar sko þarf þetta kannski ekki endilega að koma mikið á óvart að hún sem eitthvað svona neytandi hérna í dómskerfinu tali svona vegna þess að sko menn hafa bara svona undanfarin ár og svona svolítið í vaxandi mæli alltaf verið að reyna að draga úr vægi íslenska dómstóla hérna og þeir sem hafa nú ekki síst verið sko stjórnvöld sjálf sem hafa verið að gera það og stjórnmálamenn. Ég meina hér erum við komið með 3 dómstig sko héraðsdóm og landsrétt og hæstarétt og erum að kosta miklu til sko en samt sem áður það orðið þannig að mönnum finnst bara sjálfsagt sko að alltaf sækja rétt sinni þeir ná ekki sínu fram hérna á Íslandi til útlanda og bara stjórnmálamenn og stjórnvöld hafa bara þú veist skjálfa beinunum ef einhver stofnun út í útlöndum segir eitthvað þá hérna overrætar það þú veist ítið til hliðar kannski skýrum niðurstöðum hæstaréttar þannig að þú veist það ekkert skrítið að fólk bara velti því fyrir sér og bara venjulegi sko sem ólöglærði maður og jafnvel sko, heyrir maður kollega sína hérna í lögfræðistétt ræðum það að það sé bara innboðið að láta á þetta reyna að láta máli reyna fyrir Strasbourg sko Ásthildur Lóa, hún á núna eftir að fara upp í Landsrétt og reyna fyrir sér Hæstarétt, gaf hvort að Hæstaréttu taki ekki máli fyrir, hann neitar því nú fer hann þá ekki bara til Strasbourg sko ég meina og þess vegna með að við hitta nýjunni sko bara alþjóð glæpadómstólinn í Haag sko draga eitthvað, neymir þetta orðið svona sko fráleitt þannig að þetta þarf ekki að koma mönnum og óvart að hún láti þetta út úr sér af því ég held að þetta sé svolítið bara svona viðhorf hjá mjög mörgum og það ekki síst vegna þess að stjórnmálumennir sjálfir hafa látið að því liggja að hér sé einhvern veginn allt í einhverju ólestri og við þurfum miklu frekar að hlusta á einhvern í Strasbourg, einhverja stofnun í Strasbourg, útlenda stofnun heldur en Hæstarétt Íslands og ég sá nú að fyrirverandi dómsmálaráðherra líka þeir eru orðnir svo margir núna Áslaug Arnar sko hver er það ekki núna fyrirverandi dómsmálaráðherra? Já, hún auðvitað hneykslast á þessu líka ég man bara eftir þegar hún var dómsmálaráðherra og tók þátt í einhverju herferð, ég trúi ég meina, þú veist, einhver getur nú kosið að túlka það sko að hún hafi verið að lýsa smá frati á réttarkerfið sko, lögregluna og bara þetta hérna svona eðlilega ferli mála sko, en sko kalla due process. Nei, þá var það máli bara að trúa öllum fórnarlömbum. Bara var það skipundi dómstóla, til hérna bæði lögreglu og dómstóla bara að trúa fórnarlömbum. Þú veist, menn verður auðvitað að tala varlega þegar menn eru komnir í svona stöður, en það er auðvitað sjálfsagt að reifa málefnarlega og hafa á því skoðun á niðurstöðum einstakra dóma sko. Og til þess er nú áfríðun að menn auðvitað eru ekki sáttir við niðurstöðuna og þessum áfríða menn og sumir áfríða nú oftar en aðrir eins og ég nefni og alveg bara það sem tapast í héraði er reynt að vinna einhvers staðar hérna í öðrum löndum. Þannig að menn þurfa ekki að koma, þetta þarf ekki að koma um óvart og menn þurfa ekki að, þú veist, það sem segir, þetta er svona low hanging fruit að djöflast í þessu. Já, mér fannst þetta mitt, þó að með heila leika skiluru, af því það, allt þetta sama fólk, sko, sem er núna hneyksla, sko, það hefur alveg líka, þú veist, er með sína skoðanir á hinu og þessu, sko, í réttarkerfinu. En, þú veist, þetta er frálegt, ég meni, ég er ekki að taka upp hanska fyrir Áslaugu Lóu, ég er bara að benda á
tvískinningun. Og ég er sammála því að það er náttúrulega það er stjörnugalið að tala svona þegar maður er ráðherra að segja þetta að láta sko því hún var ekki að tala niðurstöðu dómsins sko, hún var bara að tala alveg bara heilt yfir ekki lengur hægt að treysta íslensku dómstólum réttar kerfinu sko, bara öllu réttar bara þannig. Nei, það er alveg galið og maður fordóma það og við hún er alltaf á sögótt sko við sýslumannin sko líka við borðum trúum auðvitað þólundum eins og í sósíalistaflokknum þá ætlum við að trúa þólundum, þar trúa menn þólundum ekki lengur ég sá það. Og ég held að það hefði nú verið einhver niðurstaða einhverjum dómstólum að þarna hefði við í anda að þetta hefði sitið inn í dómstóluna og þar var orðið lögmætt að fullyrða að einhver hefði gerst sekur saknæmt athæfi vegna þess að það var upplifun þess sem fullyrti þetta að viðkomandi hefði gerst sekur saknæmt athæfi. Mér rámar í slíka niðurstöðu í íslenskum dómstólum. Já, það er náttúrulega reglan á náttúrulega vera allir vafi túlkaðu sakborningi í hag sko. Já. Á að vera þannig. Nei, en þess að þá hefði einhver sakað einhvern hvort það hefði kynferðisofbeldi eitthvað máttu fullyrða að það hefði verið framið vegna þess að viðkomandi upplifði það þannig sko. Þannig að þetta sitrar inn en nei, já, þið segið það. Við erum komin inn með góða klukkstund, það er klukkan 4 á fössara. Já, svo er eitt þetta, ég sé hérna Morgunblaðinu í dag, það var í gær þarna viðtal við utanríkisráðuneytið varðandi varnarmálin og svona að því vorum að tala hófum þáttin á að ræða svona bara hvernig fjölmiðlar eru þeir gagnrýnir eða ég var svolítið hissa á þessu viðtali sem Andrés Magnússon tekur mér fannst það vera svo mikið ég veit ekki, ég voru búin að lesa hvað? Varnarmálin, það er engin tabú í stefnumótum varnarmála það er stór yfirlýsing nú hefur það er nú eiginlega verra, þú eru ekki að vera eitthvað tabú þar nú er utanríkisráðherra sem sagt er að við minnir það hún ætlar að stofna samráðshóp þingmanna allra flokka á Alþingi ég hef ekkert heyrt að þessu kannski... Jú, ég hef heyrt að þessu og svona er þetta í miðflokknum þér eru ekki búið ég fekk ekki minnisblaði Nei, en já, að komast að einhverju niðurstöðu í svolítið saman og ég held að bara áherslur á sko, í varnarmálum og allt í lagi með það sko. En mér finnst bara að finna þessar spurningar í þessu viðtali sko. Þú veist, þær eru allar einhvern veginn á einn veg þú veist, það bara þú veist maður veit, blaðamaður veit auðvitað svari, eða þú veist, ég veit ekki hvort þeirra gengur í gildruna, sko, blaðamaðurinn eða ráðherrann, en hvernig er hann að spyrja það? Nei, ég meina, hérna er spurningum sko, aukin framlög, þarf aukin framlög ríki NATO, spyr blaðamaðurinn, ríki NATO er að burðast við að koma framlögum til varnarmála upp í 2,5% landframleiðslu, en hjá okkur er það innan við 0,2 þarf ekki meira til. Þetta er allt eitthvað svona þessum nótum. Þetta er orðið eins og talandum hvernig fjölmiðlar eiga til að hjálpa stjórnvöldum en ekki vera gagnrýnir sko. Þá er þetta orðið eins og í gamla daga þegar menn voru fyrir utan ríkis ráðherrabústaðinn að spyrja Katrínu þurfum við ekki að gera meira í loftslagsmálum? Já, það er alltaf. Er þetta nóg? Er að gera nóg? Já. Og það er komið svolítið þarna en ég var nú á einhverju fjölmiðla lausnamóti, svo kölluð hjá blaðamannafélaginu, þar sem að menn voru að ræða stöðuna í þessari vonlausu grein og þar var fólk farið að leggja það til hreinlega að við gætum styrt fjölmiðla og sagt að það væri varnarmál. Já. Það er hægt að tegja allt í allar áttir, sko. Já, og það er svo sem hérna í Íslandi líka og ég hef bent á það og gerði það sem dómsmálaráðherra yfir landhelgisgæslunni að leit og björgun hefur ekki verið tiltekin sem þáttur í varnarmál en það er alveg einboðið að gera það hins vegar sko, akkur eru menn svona ofboðslega stressaðir yfir þessari prósentu, við erum bara 0,2% meina, þetta snýst orðið allt í dag einhvern veginn að haka í einhver box fyllin í einhver Excel-skjöl í stað þess bara að horfa á inntækið getur það sérstaklega verið eitthvað markmið út af fyrir sig að Ísland eyði 2,5% af land sko, herlaus þjóð og það er enginn í NATO, ekkert NATO-ríki að gera kröfu á Íslandum að það auki framlagsitt eitthvað með þessum hætti og ef það er þannig þú veist þá bara tína menn til leita á björgun og annað, það hafa allir skilning og fjölmiðlastir, svona er þetta það hafa allir skilning á stöðu Íslands í þessu, en mér finnst einhvern veginn eins og stjórnmálamenn, þessir utanríkisráðherrar undanfarið, og þeim er svo mikið í mun og þetta er svo mikil hætta fyrir stjórnmálamenn þegar þeir sogast einhvern veginn inn í þetta alþjóðasamstarf þeim er svo mikið í mun að vera einhvern veginn á pari við og svona partíhæfir með kollegum sínum erlendis verður í bandamenn já, heyrðu, hún
ég meina, maður á ekki til orð en Þorgerður Katrín, hún tekur þetta upp, þetta fyrirsögnina, þurfum að vera verðugir bandamenn, hún tekur þetta upp frá Þórdísi Kolbrúnu það breytist ekkert, skilur við ríkisstjórnarskiptin, verðugir bandamenn þú veist, mér finnst þetta svo ófrumleg hugsun það er helst það sem ég hef við þetta athuga og þetta er svo mikið eitthvað svona aftur, low hanging fruit sko. Þetta er svo auðvelt að vera alltaf í þessu í stað þess að Líka bara segja það sama og allir ráðherrarnir úti sko, þegar okkar aðstæður kalla kannski bara á okkar sérstöku nálgun sko. Finnst mér. Já, ég meina. Sko, að við þurfum ekkert að vera, það er örugglega margt sem á bæta hérna í umhverfi, í þessari umgjörð varnarmála og öryggismála hér sko. Ég meina, bara helsta varnarmála og öryggismáli er hérna fyrir hverri þjóð er auðvitað bara efnahagurinn, sé bara óaðfinnanlegur og það séu bara þessi innviðir sem að hérna eins og best á gerist. Ég meina, við eigum að eyða sko Ísland hefur ekki bolmagn í að fara í eitthvað sérstök varnartengt hérna byggja eitthvað flugskýli eða við erum í samstarfi NATO og Bandaríkjunum þetta og þau hafa tekið að sér að sinna þessu og við höfum bara að fagna því og við höfum að einbytta okkur að innviðum hérna á Íslandi. Hvort að menn greinilega þrá að einhvern veginn tengja það við varnarmál sko af því aftur, bara eins og í COVID það er það sem að einhvern veginn þjappar fólki saman, að sé einhver ógn utanakomandi ógn sem að steðja og þess vegna það er svolítið fyndið sko til þess að við séum verið tímar, það er verið hræðilegt fyrir stjórnmálumenn ef allt er bara allt er bara með kjörum í heiminum sko. Já og ég held að sko það sem er áhugavert fyrir mér líka í þessu í varnarmála umræðinu er til dæmis eins og í Þýskalandi þá náttúrulega er fólk að böglast við að koma hernum í eitthvað stand sem hann hefur ekki verið í þó maður treyst einhvern veginn, ég veit einhvern veginn aldrei hverju ég að treysta þegar fólk er að tala um ástand herja, þú veist, það er alltaf það er aldrei það er raunverulega komin umræða hérna her á Íslandi já. Þú veist, ráðherrann tala um eitthvað skona varnar hérna lið eða eitthvað, ég meina halló sko. Já, þetta er bara ég bara spyr, ég meina, viljum við fjölga opinberum starfsmönnum eða, þú veist Nei, en það er samt fyndið sko það er búið að stækka stofnanirnar hérna svo mikið að menn eru sko þurrausnir af hugmyndum frekarstofninu, þannig að nú er það bara herinn. Nei, en það fyndið sko að því að þú veist, í umræðinu það, þú veist, að því við vorum að tala með innflytjendamálinu og ég er að segja svona eitthvað, við getum ekki bara leist allt með innflyttu vinnuafli endalaust sko, en fólk segir bara hagkerfið og hagvöxtur, við þurfum það eða ekki. Og ég segi bara, en fórnum við hverju sem er fyrir það, skilur, er það hvað sem er, skilur, og sama fólk er allt í einu, þú veist, einmitt auðvitað alltaf fjármálahaukar og ekki aukin útgjöld í einu, en þetta er eitthvað alveg út fyrir svega, sko, við getum alveg gert þetta. Það er æði misjafnt hversu samkvæmi menn eru sjálfur sér, en ég segi líka í sambandi við eins og þýska herinn, þar er fólk að koma fólki aftur borð og þá kannski vakna líka Evrópa að mörguleiti upp við þann vonda draum að, heyrðu, kannski að svona væg þjóðrækni sé kannski af hennu góða venns að hvernig fjáranum ætlar að fá fólk annars í hernað sko. Þegar þetta hefur verið algjört hatur á öllu sem heitir þjóðlegt sko. Allt er alþjóðlegt, heyrðu, nei, kemur í ljós að þetta er ekkert jafn alþjóðlegt og það er öll ríki bara með sína hagsmuni sko. En ég satt að segja, veit ekki alveg hvernig Þú verður alltaf fyrsti maður til þess að skrá þig fara í herinn, já, ég er kannski svona eitthvað í tölvunni, ég er svona blaðafulltrúi. Já, meina. Nei, ég væri alveg til í að, sko, ég hef sagt það opinberlega, ég held að það væri alveg gott fyrir móralinn, fyrir unga menn að kíkja þessi smá eins árs herþjónustu, sko, ég held að það væri bara flott. Hvað það þýðir, hvers konar sko, ávinningur hlýst af því, það er það sem það er að meta, sko, er ávinningur af því, hvort sem það er samfélagslegur eða þá einmitt hernaðarlegur þegar það kemur, þú veist, það er bara alveg óljóst fyrir mér á meðan það hefur ekki verið lagt eitthvað frekar að mata á þetta, en auðvitað er maður svona almennt á því held ég að við myndum nálgast að freka þannig bara að efla það sem við kunnum, en ekki það sem við kunnum ekki neitt í, sko. Ég held að ef ég má fabúlera aðeins, það er náttúrulega ekkit negin augljós ógn við Ísland í dag, ég held reyndar að svona til nokkur 100 ára litið þá ef að Greti Thunberg fræðin reynast öll sönn þá gæti mann fara að ásælast Ísland fyrir vatnið en ég held að Ísland sé í stöðu til þess að líta þessi varnarmál eins og mörg smá ríki geta gert og svona kannski torfær og strjálbíl það er að þjálfa kannski frekar upp þjóðina í skrefum eða sérstætt unga menn svo er þetta bara þannig að hver maður eins og í Sviss, þar er hver maður, hann er í einhverju varaliði, hann fer á æfingu einu svona ári, hann er með vopn heima hjá sér og það eru einhver plön, ef eitthvað gerist þá vita menn hvað þeir eiga að gera. Þannig að þessi eitthvað skipulag, þetta þarf ekki að vera eitthvað 100 milljarða dæmi eins og ég held að menn sé að tala með þessum tillögum núna,
En ég held að væri ekkert slæmt eins og líka fyrir móralín að hafa eitthvað svona. Já, ég held að mér finnst það ekkert úr vegi, sko, það væri einhvers konar þannig fyrirkomulag, en á sama hátt þá eru náttúrulega stríð, eins og maður segir, þau hefjast með æsingi, fattarðu? Og æsingurinn og sko stríðsátök eru bara framlenging, eins og einhver sagði, af pólitíkinni, skilur, þannig að ef pólitíkin mjög herská og hún mjög aggressív, þá náttúrulega það niðurstaðan stríð, en ég hef bara ekki séð neitt sem ógnar stöðu Íslands enn sem komið ég hef bara ekki séð neitt og svo líka mega menn ekki gleyma sko, það alltaf allir í sínu sílói og allir bara þekki þetta sko, smiðurinn bara veist, hann með hamarinn og það allt verkefni, það þarf að negla allt sko. Já. Og utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra það bara horfir á þetta og margt af þessu oft eins og kallað nice to have sko, þú veist, og alls konar menn vilja geta tryggt sig bara til eins óendanlega með netöryggi og allt þetta sko, en menn verða bara átt að segja á því að fjármagnið takmarkað og það fer best á því að hver einasti borgari í þessu landi að hann haldi eins miklu eftir af þessu fé sem aflað hér, sem verður til í verðmætasköpuninni eins og mögulegt í stað þess að það renni allt hérna í ríkið sem að augljóslega, ef menn hafa ekki fattað að hinga til, þá hljóta menn að fatta það núna. Það engin skortur á hugmyndum ný verkefni hjá ríkinu. Þegar menn eru farin að tala um það að vera með her. Þá bara engin skortur, sko. Nei. Og það þetta bara endalaus hít. Og ég held að menn ættu bara frekar að einbeita sér að því að tryggja hér bara almennilega vegi, sko. Tryggja hér samgöngur til og frá landinu, að þær geti verið hérna, það sé erfitt að rjúfa þær með einhverjum hætti. Berjaskjagt kólefnisgjöldum á flugfélögum. Til dæmis, það nú eitt sko sem að getur hérna ógnað bara öryggi manna hér. Kólefnisgjaldið ógnar öryggi. Nei, menn að það bara þannig. Þegar menn vilja helst hætta að flytja inn olíu til landsins. Ég meina, sumir stjórnmálamenn tala þannig. Og hvað ætla hérna menn að gera ef að rafmagni fer sko. Og einmitt í því sambandi má líka einmitt benda á þegar fólk að vakna upp í vondan draum, heyrðu, ok, við ætlum að vera með hér, þá þurfum við eiginlega hagvöxt og efnahagslegan vöxt, þá þurfum við mögulega róa okkur á græningja ruglinu. Það þetta líka, heyrðu, við þurfum kannski að íta þeirri sturlun og þeirri svona þessari suicidal stefnu til hliðar og kannski bara einbetta okkur á raunverulega að halda fyrirtækjum okkar gangandi, ég meina, en ekki að sko kippa þýskum iðnaði bara úr sambandi eins og hefur verið gert með stefnum undanfarna ára sko. Þannig að fólk að vakna og ég veit ekki, ég held að hljóti að drífa hérna á Íslandsstrendur. Það verður 3-4 árum og seint og þá verður við tilbúin í startþólum. Heyrðu, mín kæru og hlustundur, ég þakka ykkur fyrir að setja hérna Kjartan og Sigríður og bið ykkur heima vel að lifa helgina og almennt út vikuna og bið ykkur auðvitað allra Guðs blessunar á þessum miklu styrjaldartímum. Takk fyrir það. Takk fyrir.